Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að penningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og er sem fyrir umsjónamaður þáttarins. Þátturinn er unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Ef þú ert að hlusta á þennan þátt fyrir 30. september árið 2021 og hefur nýtt þér þann möguleika að greiða séreignarsparnaðinn inn á húsnæðislánið þitt í gegnum leiðréttinguna svokölluðu og vilt halda því áfram, þá minni ég þig á að frestur til að framlengja það rennur út 30. september. Ekki fresta því, heldur farðu núna inn á leiðrétting.is, skráðu þig inn með rafrænum skilringjum og láttu afstöðu þína í ljós. Pásaðu jafnvel þennan þátt á meðan þú klárar það. Það tekur nefnilega ekki nema svona 10 sekúndur að gera þetta og fækkar eitt hlut sem þú þarft að muna. En viðmælandi minn í dag er Hlynur Hauksson, viðskiptastjóri hjá Meniga. Velkomin Hlynur. Takk fyrir. Ert þú ekki örugglega með þessi mál á tandur hreinu? Jú, en ég gæti þurft að kíkja á þetta aðeins betur, sá ekki þessa áminningu. Nei, einmitt. Þannig að við bara takk fyrir það. Já, ég er hérna til að þjóna hlustendum. Já. En í þessu samhengi þá langar maður þess að minna á mikilvægi séreignarsparnaðar. Með séreignarsparnað eða viðbótalífeyrissparnaði eins og hann er stundum kallaður, þá leggur þú til hliðar alltaf 4% af laununum þínum fyrir skatt og færð alltaf 2% af laununum þínum fyrir skatt aukalega greitt frá launagreiðanda. Og það munar minna þegar þú í framtíðinni hættir að vinna og byrjar að lifa af því sem þú í fortíðinni lagðir til hliðar ævina. Og fyrst við erum komin inn á þessa braut, ætla ég að ranta eins og hvetja stjórnvöld til að hafa augun opin fyrir því hvernig hlutir eins og séreignarsparnaður eru meðhandlaðir. Í dag þarftu nefnilega að taka þig til og sækja séreignarsparnað. Það tekur enga stund og er mjög einfalt. En ég velti því eins og fyrir mér hvort að séreignarsparnaður ætti að vera sjálfgefin og þú ættir að þurfa afþakkan. Þetta eru pælingar í sem Richard Thaler hefur svolítið gert frægar í hagfræðinni með svona atferlishagfræði. Og allar rannsóknir benda nefnilega til þess að einfaldir hlutir eins og þetta að þurfa frekar að afþakka heldur en að sækjast eftir að það eykur þáttökuna. Líffæragjafir eru sennilega besta dæmi þetta og í dag er það þannig í mörgum löndum að það er automatist gengið út frá því að þú viljir gefa líffærið þín ef þú deyrð eða þegar þú deyrð sem gerir það verkum að þáttaka er svona 90% en þegar þú þarft með virkum hætti að segja heyrðu ég vil gefa líffærið mín þegar ég dey þá er það bara svona 10%. Og séreignarsparnaðurinn er heldur á betri stað en samt sem áður. Það myndi, ef það samræmist lögum, það myndi væri mjög gott ef defaultið væri það að þú greiddir í séreignarsparnað en þú þyrftir að afþakka það með virkum hætti. Sammála því. Já. Þannig að ef pælingin er að auka þáttöku í þessu, þá er þetta eitthvað sem að ef einhver hluti stjórnvalda er að hlusta á þennan þátt eða þekkið einhvern stjórnmálamann að pikka í hann og biðja hann að skoða þetta. En við erum kominir ógeðslega langt út fyrir efni, sennilega eins langt og við getum í þessum þætti. Mögulega. Það fyrir umfjöllunarefnið okkar í dag og já, það er svona spurning sem er kannski, ég veit ekki, fólk forðast það að spurja og þykir óviðeigandi að velta fyrir sér. Hvað það kostar að eignast og eiga barn. Og til þess er þú einmitt, Hlynur, komin til að fjalla það. Hvernig af hverju óskupunum er ég að tala við þig það? Já sko, það er eitthvað spurning sko, ég alltaf, ég á barn sem betur fyrr og bara og veit til þess að þetta er rekstrakostnaður sem að maður pælir oftast ekkit svakalega mikið í út af því að það er ekki eins og maður sjá eftir peningunum í börni sín. Sko. Það er nefnilega málið, að jafnvel þótt að maður spyrja þessar spurninga þá er maður ekki að segja sko að þetta er ekki eitthvað sem maður á ekki að gera, það er dýrt að fara í frí og ferðalög en bara farið í frí og farið í ferðalög. Já. En þetta er, ég held að ég man ekki, það var einhver sem sagði sko það að eignast barnið 10 sinnum erfiðar en maður heldur en 100 sinnum meira gefandi. Já, algjörlega sko, það er sammála sko. Og ég myndi segja bara að í rauninni þegar þú hafði sambanda þá hafði ég bara rosalega gott að því persónulega að taka þetta saman það var ekki fyrir þá kannski sem ég áttaði mig fyllilega á því hversu mikið í rauninni hversu há útgjöldið eru sko. En þetta er ekki bara einn áhugaverður maður með svona tölurnar sínar heldur ertu hér með gögn frá Meniga. Einmitt. Og hvernig já, sko, ég held ég hef nú sagt áður í þessum þætti, sko, Meniga er held ég í hugum allt og margra bara, það er svona fyrirtæki sem poppar upp með afslætti og tilboð, en þetta er þeir eru með miklu meira í gangi þarna heldur en kannski venjulegt fólk gerir sig grein fyrir. Já, ég náttúrulega lendi oft í því í starfi, þar sem ég er að mæti
á fundi og að hitta viðskiptavinni þar sem að fólk segist vita hvað menninga en gerir sér kannski ekki alveg fyllilega grein fyrir því hvað menninga gerir. Menninga náttúrulega stofnað 2009 og það nú komin tölver árafjöldi á þetta fyrirtæki og byrjar svolítið með krafti og minnir allhressilega á sig og svo bara fara svolítið viðskiptin bara erlendis og eðlilega fyrir fókusin þangað og gangurinn hefur verið ansi góður. Í dag menninga bara hugbúnaða fyrirtæki. Já, sem svona hugbúnaða gagnafyrirtæki. Já, hjálpar fólki bara að hafa yfirsýn yfir heimilis bókaldi sitt og í rauninni viðskiptavinir menninga eru bankar. Já. Þannig að þetta svo kölluð white label lausn þar sem að endanotandinn veit ekkit endilega hann að nota hugbúna frá okkur og bara að skoða heimabanka sinn í kannski sínu appi eða í tölvu. Akkurat. Og endanotendur menninga eru það bil 100 milljón manns sem gríðarlegu fjöldi og þetta líka annar punktur sem að fólk attar sig ekki endilega á sko. Og líka fjöldin af löndum sem við störfum í það bil 30 það vinna 160 manns í fyrirtækinu 80 á Íslandi og aðri dreifast víðar Barcelona, Svíþjóð, Pólland og víðar þannig að þetta orðið ansi stórt batteri og erum auðvitað margir viðskiptin okkar bara stæðstu bankar heims sko. Og ótrúlega dýrmætt og mikilvægt að geta haft yfirsýn yfir alla þessar hluti og upplýsingar en bara svona til að taka það algjörlega fram allar þær upplýsingar sem þið aflið og það sem við erum að fara að ræða hér þetta fullkomlega ópersónugreinilegt. Það engin leið að vita hvaða fólk að bak við þetta. Nei, þannig viljum við starfa. Akkurat. Og við höfum ekki áhuga á að sjá eins og hvað einhver einstaklingur að gera. Þetta þjóna það einhver tilgangi. Akkurat. Þetta stóru svona trendin og einmitt. En já, við erum sem sagt pælingin hvað kostar að eignast barn og svona fyrir það fyrsta sem maður hugsar þetta bara þessi svona basic hlutir, barnavagn og barnaföt og allt svona. Já. Og við skulum kannski fara aðeins í það á eftir en þegar við heyrum þá grófuð upp dálítið áhugaverða tölur tekjur, af því tekjur kannski eitthvað sem fólk pælir ekki í tengslum við þetta. Já, það nefnilega svolítið gaman að sjá að það sem við getum séð fengið alls konar upplýsingar úr gögnum okkar og ég meina þegar þú ert með mikið af gögnum og þá náttúrulega þarftu bara að reyna að matriða gögnin á ákveðin hátt og segja einhver sögu. Það sem við gerðum í undirbúinu fyrir þennan þátt að það var að við skoðum fæslur frá fæðingarorlofssjóði og í þessu þýði eru það bil 2000 konur. Þannig við erum bara að horfa á konur. Bara konur. Það er vegna þess að karlar taka sér oftast óreglulegt fæðingarorlof og þessuna eru fæslunar oft ekki samfelldar. Þannig að það var betra fyrir okkur í þessu tilfelli en sem komið svona hluti breytast það og hafa heldur breyst að það var betra að skoða konur og sem bara gaman. Já, og svona það sem maður hugsar inn í þessu og ekkert bara upp úr þurru að gögn til dæmis frá Bandaríkjunum þau eru svo maður noti það kannski útjaskað orð sláandi, það rosalega það er vont að sjá það að í tölum frá Bandaríkjunum yfir tekjur fólks að þá kemur svona að þá lækka tekjur kvenna við það að eignast barn bara út starfsæfina og meðan tekjur kalla bara haldast óbreyttar. Já. Og þetta er eitthvað sem bara hræðilegt að sjá. Já, algjörlega og þarna þú veist, eflaust koma margir þættir inn í þessa þróun sko og þetta erfitt fyrir okkur sitjandi á Íslandi að kannski túlka það en enga síður það náttúrulega neikvætt. Já, algjörlega. Ekki spurning sko. Algjörlega. En við sjáum svolítið aðra sögu í okkar gögnum varðandi konur. Já. Konur sem fara í fæðingarorlof á Íslandi að þær taka sitt svona 20% það er 20% tekjutap
og nú væri frábært að vera með sjónvarpsþátt því við erum hérna með gröf og myndir fyrir framan okkur en þetta allt saman eitthvað sem mun birtast á vef meininga samhliða þessum þætti, þannig að fólk mun geta séð allavega þessar tölur. Já, það stefnan allavega svona aðeins að hérna koma inn á þetta og svona sína frá því sem að við tókum saman. Já, þannig að ef þið eru að hlusta og viljið fylgja okkur alveg ofan í kjölina þá bara fara rakleiði svona vef meininga og leita þessu þar. Endilega. En þá kannski eðlilega það er þannig að 20% dífa sem er bara alveg í takti við hérna fæðingarólof. Akkurat, þannig að fólk lækkar í launum við það að fara að taka fæðingarólof. Það er þak á því. Já. Hvað það er mikið. Já. Svo í rauninni sjáum við sko eftir x mánuði að laun fara aftur upp í eðlilegt horf þar sem þið voru fyrir töku fæðingarólof einmitt, en halda svo áfram að hækka. Þetta finnst mér magnað. Já, ég er sammála og þetta er náttúrulega bara sko, þetta var tekin ákveðin svona umræða þetta þannig að sko, þar maður í rauninni að geta sér til hver möguleg skýring væri og það var auðvitað að kasta fram alls konar hugmyndum og pælingum. Það sem kannski svona satt mest eftir hjá mér, það var bara hreinlega að í einhverjum tilfellum í kringum allavega starfsfólksmenninga eru hérna einstaklingar sem að hreinlega óskuðu eftir launahækkum eftir hérna fæðingarólof. Það er bara fleiri munnar að fæða og þar leiðandi óskaði bara eftir hérna hækkun launa. Já. Og án þess að geta sko það er kannski ókostur með þessu gögnum, það er ekki að fullir það í rauninni neitt neitt, þetta er allt saman bara ályktanir og byggt á svona einhverju marki tilfinningu en bara línurnar benda til þess að tekjurnar fara upp og þetta gæti hreinlega verið ástæðan. Já, og eins og þú kemur inn á að þá hérna er auðvitað, þú veist, þetta eru 2000 konur það bil og ég meina engar konur, engin af þeim er í sömu aðstæðunum eða hérna, þannig að þetta er einmitt bara meðaltalið, þetta er bara mjög jákvæð þróun og þetta virðist ekki hafa gríðaleg áhrif á starfsviðil kvenna. Nei, ekki nema bara jákvæð virðist vera. Já, algjörlega. Já. Þannig að þessu, já, ég átti ekki vona þessu að þetta væri niðurstaðan. Nei. Því miður, bara maður gerði út af því hver umræðan er varðandi stöðuna erlendis og aftur við getum ekki dregið ályktanir, kannski er þetta bara einhver afbrigði og við vitum hérna, veist, þetta er ekki allt þýðið í landinu og eitthvað svoleiðis en það er mjög áhugavert að sjá þetta. Þetta er svona, já, jákvætt. Ég persónulega bjóst, allan við þetta myndi haldast áfram bara óbreytt. Já, bara komið tilbaka. Í rauninni. Já. Þú veist, en vissulega jákvætt að starfsfell kvenna heldur áfram að þróast og þetta sé ekki að valda þeim vandræðum að eignast börn. Það er nógu krefjandi það fyrir. Það er bara daginn áður en þessi þáttur er tekinu upp. Það kom frétt frá könnun sem að viðskiptaráð og fleiri voru að gera á stöðu kalla og kvenna í stjórnendastöðum og þar var einmitt svona niðurstaðan og nú er ég hafið eftir minni var það að konur þurftu að ofta fórna meiru til þess að komast í stjórnunastöður á meðan kallar fengu minni skilning vinnuveitenda fyrir það að þurfa sinna heimili verandi í stjórnunastöðum. Þannig það er margt sem er mikið verk eftir óunnið í þessu. Algjörlega. Og svo maður talin út frá sjálfu sér að þá til dæmis í mínu tilfelli er kærasta mín í ein rekstri og það er svona hlutin er halla aðeins á mig og það er bara gott og blessað. Þú þarft að taka meiri byrðar á þig í þessu. Já, sko, við erum ekki að tala gríðalegt en það hallar meira á mig og Meininga er frábær vinnustæður sem betur fyrr og það hefur ekki komið mér illa. Nei, einmitt. Í starfi. Gott að heyra. Já, og bara allt eins og það á að vera í raun. Nákvæmlega. En það sem mér langaði kannski að minnast á í kjölfari þessu umræðu sem sagt á þessum gröfum einmitt, það var það við svona skoðum svolítið fylgni fæsluna
í sem sagt hjá fyrirtækjum í kringum sem sagt barneignir og það svo sem rosalega margt sem er eðlilegt hann í þessum gögnum, þetta mikið barnafata verslanir. Þannig að í kringum tökufæðingarorlofs þá sjáu þið breytingar. Já, breytingar, það eru bæði sko fleiri fæslur hjá barnafata og fataverslunum, meiri eðisla vissulega og tíðari fæslur bara á þessu markaði almennt sem er eðlilegt. Rekstrarland Ólís stingur svolítið í stúf. Hvað er það eiginlega? Það er bara skemmtilegt að segja frá því að sko, þeir eru með svona pakka fyrir verðandi mæður og með alls konar varning, bleiur og alls konar einhvern bómull og svona þetta er kannski eitthvað sem ekki allir vita en ég vissi að út af því við fórum þangað rétt fyrir fæðingu og keyptum hana starterpakk barna starterpakk og svo þetta aðra barnafattaverslanir eins og ég segi en það sem ég fannst skemmtilegt líka það var hvað eyðslan minnkar í flokkum eins og vínbúðinni og skemmtanir og næturlíf og leigubíla eykst hjá bakaríum og IKEA og rúmfattalegum og öðru slíkum húsgagnaverslunum. Þetta er, sko, þegar þú segir þetta þá liggur þetta bara beint við að þetta er það sem gerist þegar maður eignast barn, maður hættir að djamma og drekka og fer í IKEA og í bakari. Já, í rauninni sko, maður man nú eftir nokkrum sérstaklega fyrstu mánuðunum þar sem að maður einhverjum ástæðum kreifaði bara meira í bakari heldur en aðrar helgar sko. Eftir andöku nætur og annað sko. Þurfti maður sitt kaffi og bakkelsi. Þannig að það er skemmtilegt að geta séð þessa hluti og já, algjörlega. En ok, þá er svona já, eins og ég segi, ég var mjög lengi að hugsa yfir þessum pælingum með tekjurnar og bara aftur mjög áhugavert að sjá þetta og það væri gaman bara ef það væri að rannsaka þetta eitthvað frekar hvort það væri meininga eða einhverjir út í samfélaginu sem getur skoðað þetta meira bara áhrif barneigna á tekjur. Já, algjörlega og þetta væri ætti að vera eitthvað sem að við getum klárlega tekið lengra með tíð og tíma. Við getum bókað okkur saman við erum með nokkra gagna sérfræðinga sem að getur haldið betur skoðað þetta með alls konar vinklum. Algjörlega. Og eru miklu reynsluboltar í svona gagna grúski. Já, en svo eru þessir hlutir sem að maður svona horfir á með útgjöldin. Það eru töluverð útgjöld sem fylgja því að eignast barn, eða ekki? Jú, þið gera þannig út af því að sko í rauninni leið og kemur aftur á atvinnumarkaðin og þá náttúrulega stendur þau frammi fyrir alls konar kostnaði sem á dagmamma, það er leikskóli og svo náttúrulega auðvitað alveg frá fæðingu að það eru föt og það eru alls konar fylgihlutir sem fylgja þessu og ég myndi segja svona sko þetta er svona minnistæðast áður en þetta er svolítið nýtt til komið áður en barn fæðist þá er oft búið að sko halda einhverja 2-3 veislur og þarna eru náttúrulega ákveðin tækifæri fyrir barnafattaverslanir og ýmislegt svoleiðis fyrirtæki að svo það komið fram að þá rekur kærasta mín verslunina, vonverslun í Ármúla. Þannig að ég er kannski ekki alveg hlutlaus ég þekki þennan markað ágætlega og veit að það er rosalega margar búðir svona nýtilkomnar. Já, það er að verða svona disruption á þessu markaði. Já, það var ekki mörg ár síðan það voru bara 2 eða svo og svo svona síðastliðin ár hefur þetta heldur betur færst í aukana og ég myndi segja að eftirspurnin hún svona stafar af veislum eins og þessum, það er nafnaveisla og svo er baby shower og það er kynjaveisla og ég veit ekki hvað full starfa mæti allt þetta. Já og þessu fylgir alls konar, þetta er bara útgjöld það þarf að kaupa gjafir og annað slíkt
Þetta kannski hjálpar foreldrum, nýbökuðum foreldrum að hérna vissulega, það ég veit til þess að margir eru bara að reynilega að senda út óskalista. Þannig að ég meina þetta er telur, þetta er fljótt að telja. Það þarf að kaupa bílstól og það þarf að kaupa vagna. Og ég meina það eru mörg dæmi til þess sem að ömmur og afar slá til og hjálpa til við slík kaup. Nákvæmlega. Þannig að hérna og svo þurfa sér blessu bönn auðvitað eitthvað hérna föt Akkurat. Og þau stækka hratt. Já, en þetta er svona næstum því einnota sumt af þessu kannski. Já, ég meina það eru ákveðna stærði sem að endast hérna styttri en aðrar. Þú veist, og svo eru náttúrulega bara börn misfljóta að stækka og fæðast mjög stór. Akkurat. Þannig að ég myndi segja að svona að hérna þessi startkostnaður hann getur verið ansi hár. Við rákumst nú á einhverja grein 500.000 krónur. Já, það var svona skotið á það og þetta er sko 4 ára gömul grein að kosti með svona 500.000 að setja þetta í gang. Já, ég held að það sé nú örugglega bara alls ekki færri lagi. Nei. Vegna þess að sko það þarf náttúrulega ekki að kaupa allt úr kassanum og svo kosta þessi hlutir auðvitað mismikið. Akkurat, þú getur komist ansi langt á bara fötum af systkinabörnum og notuðum hlutum og allt svoleiðis, þannig að það er hægt að komast örugglega miklu ódýrar. Já, og svo auðvitað er þetta barnaloppur og hitt og þetta. Sem er svona tiltölulega nýtilkomið inn í einmitt þennan markað sem hefur kannski verið svolítið svona, hvað maður að segja, ekki staðnaður en það verið ekki verið mikil þróun þarna. Nei, en aftur á móti þá náttúrulega fyrir, svo komum nú aftur á þessa veislur, að þá náttúrulega kannski ferðu síður í barnaloppur að kaupa gjafir þar. Já, en hérna auðvitað bara, þú veist, ekki það sé nokkur skapaði hlutur á því, en fólk gerir það kannski eflaust síður. En þetta er svona þessi 500.000 kallið mitt, svo við tölum aftur hann, að hann er hérna það er ekkit fjarri lagi, en það er svo ótrúlega auðvelt að fara langt yfir það mark sko, og þú þarft ekki svona að leggja þinn eitt sérstaklega fram við það sko. Nei, einmitt. Svo náttúrulega áhrifavaldar þeir koma með alls konar hugmyndir og tillögur af hinn og þessu og sem breytist í hálfgerð lögreglur sko, hálfgerð lögreglur. Já, þannig að þetta er markaður það sem að sko það sem markhópurinn er mjög viðkvæmur. Já, við mitt. Þú veist, hérna ég man eftir því þegar við vorum að reyna að safna saman þessum helstu hlutum sem að við þurftum fyrir son okkar sem er að vera 5 ára á þessu ári að hérna sko eitthvað sem mér hefði ekki órað fyrir að við þyrftum og það var nætur myndavél og hlutur sem heitir Angel Care sem er sagt, mælir hjartslátt barna. Já. Svo situr undir dínuna. Algjörlega nauðsynlegt. Ja, sko, sem er reynda sko, þá er forsaðan að því að frændi kærustunum minnar hérna var með bakflæði sem var ekki vitað af sko. Já, ok. Þannig að auðvitað var hérna fólk mjög hrætt þegar hann sko ælur upp á sig. Já, einmitt. Og það fór rosalega mikið panik í það og þarna erum við bara stressuð og viljum bara gjörsamlega koma í veg fyrir einhverjar hérna og bara svona róa taugana sko og kaupum þetta. Það var ekki þörf á þessu, langt í frá. Barnið sagði langflesta nætur bara þokkalega og ekkert gerir sem betur fer, en þú veist þetta er bara brota þeim vörum sem eru í boði sem að fólk þarf ekki að kaupa en það er búið að búa til svolítið þörfin. Já, þetta er svona gerfi þörf að einhverju leyti. Já, og þetta er náttúrulega kannski svona, ég myndi svona í fljótu bragði skjóta og þetta sé kannski mest í gerfi þarfa markaður sem ég veit um. Já, einmitt. Við keyptum sko pelaheitara. Já, þarf maður það? Maður þarf það alls ekki. Nei, er ekki örbylgjófnar og bara hérna hraðsögu kallar? Bara 100% sko. Já, en þessi pelaheitari, hann mældi sko upp á gráðu. Já. Hvað mjólkin átt að vera sko heitt. En
það er til bara við áttum potta og við áttum vatn og við áttum hellubor og fyrir hlaðvarp sem kveitur fólk til svona sparsemi og að leita leiða til að eyða peningum ekki í hluti sem er ekki þarfir, þá svona veltum maður stundum fyrir sér hvað þetta er einmitt eins og þú segir, það er verið að svona herja á hóp sem að er kannski svolítið viðkvæmur fyrir, bara, þú veist, það er bara þekkt minni, það er svona stressaðir foreldrar fyrstu barna. Ég bara 100% og ég veit að eflaust margir tengja bæði sko þeir sem að kannski hafa sem eru búin að eignast eitt barn og þeir sem eru að fara kannski í númer 2 eða kannski búin að eiga fleiri sko, að þú veist að munurinn á fyrsta og öðru er bara algjörlega sko gigantískur. Fyrir það fyrsta þá eru engar ljósmyndir til að barni númer 2, hann nennir því enginn, það er ræðileg. En svo bara, þú veist, er barn númer 2 fær bara að vera í því sem að svona var þokkalega heilt eftir barn númer 1 og þar fram eftir sko. Og svo var þetta auðvitað langflest til eftir barn númer 1 í hvað var það sko, matastóla og bílstóla og hvað allt heitir sko, rúm og þetta. Þannig að ég man svo vel eftir þessu fyrstu dögum, þú veist, mitt hlutverk kalla í minnistu þess bara í hlutverk kalla oftast er bara að vera einhvern veginn að reyna bara að aðstoða og hjálpa, vera til staðar og ég ákvað að taka ekki þessa umræðu, bara ef að þá þurfti að kaupa eitthvað, þá var það bara keypt. Þú veist, ég ætla ekki að fara að taka þennan slag sem er bara hendaði mér mjög vel á þessum tíma. Ég man eftir einhvern tíma kom ljósmóðurinn í heimsó eftir fyrstu dagana og þá var ég sendur út í einhverja eina búð að kaupa eitthvað krem sem kostaði, ég man ekki sko 10-15 skall sem þjónaði bara á endan nákvæmlega saman tilgangi og vaselín sko, sem við áttum fyrir. Þannig að þú veist, þetta er svona svolítið annað gott dæmi það, svona einhverja gerfi þarfir. Núna veit ég að hún átti sko, var með vildi okkur og banninu bara allt það besta. Þannig að ég ætla Já, það er enginn að jáast það. Nei, en svona maður hugsa stundum svona, þú veist, hvað þarf ég og hvað langar ég í. Þetta er svolítið svona, myndi ég segja, myndi hjálpa langflestum sem að er eignast barn að meta þetta svolítið. Það er alltaf í lagi að spurja sig þessara spurninga vegna þess að þær eru nauðsynlegar, vegna þess að það þarf að eyða nóga peningu fyrir og það meikar eiginlega ekki sens að vera að setja í pakka samfellum, fötum og öllu þessu dóti sko ósnert aftur hún í kassa sem að ég var sigur sko, eða við. Það er örgulega nóg af dæmum af því. Og talandum þetta sko, það er hlaðvarp sem er aðeins stærra en þetta hlaðvarp sem að kallast Freakonomics og það eru koma saman hagfræðingar að velta fyrir sér alls konar svona áhugaverðum hlutum og svona svolítið með þeim formerkjum svona sem skemmtilegu hagfræðingar því hagfræði snýst sko, í grunninn ekki peninga heldur fólk og þetta er Freakonomics þátturinn og hann heitir Why do people keep having children? Nei, hann heitir það reyndar ekki heldur er þetta þáttur það er annar þáttur börn, heldur er þetta þáttur barnabílstóla. Það er svona uppleggið í honum og það er verið að koma inn á þessar pælingar sko, allt þetta kostnaðin við börn og allt það sem þarf að gera og allt það sem okkur er ekki talin trúum að þurfa að gera. Eitt af því sem að niðurstaðan sem að þeir komust að eftir sko heljarinnar vesen það vildi enginn prófað fyrir þá var að á ákveðnum aldri og nú bara ég fóreldrar ekki taka þetta sem ráðgjöf að neinuleiti heldur taka algjörlega upplýstar ákvarðana sínu fyrir sig og sín börn en barnabílstólar höfðu rosalega lítil áhrif á öryggi barna í bílum á ákveðnum aldri. Engu að síður þá er þetta svona þú veist, ég man að þegar ég var ungur í sko á 10. áratugnum og 9.
þá var barnabílstóll bara svona, þú veist, eitthvað svona harðplast með svona smá fóðringu Já. og það dögði fínt. Núna lítur þetta smá út eins og gameskip. Þetta eru svona egg sem snúast aftan í bílnum og þú veist, það eru stöplar upp í loft og eitthvað dæmi. Akkurat. En í grunninn þá verðist þetta ekki hafa neitt svakalega mikil áhrif á öryggi og það er rosalega áhugavert að sjá þetta og svona, maður hugsa svona, er þetta svona tabú að tala um þetta sé ekki. Já, það er spurning sko, því að svo veit maður ekki að það er náttúrulega einhver reglugerðir í Evrópu varandi ISOFIX í bílum og ISOFIX festingar í rauninni sko, hvort það sé Evrópusambandi bara hreinlega sem að krefur bílaframleiðendu að sem sagt hafa í bílónu sínum hvort að þetta hreinlega þessa reglugerði eigi við Bandaríkin sko, hvort að þeir séu einmitt í þessu frauðplast fóðuruðu barnabílstólum eða ekki, það er líka kannski eitthvað sem að mætti velta fyrir sér sko, en í dag allavega þá geti ég ekki hugsað mér að setja drengjum inn í neitt annað en heldur en í barnabílstól sko. og það er bara svona að sjálfsögðu, það er einhvern veginn það sem maður hugsa, ekki frekar en maður myndi ekki fara út að keyra bílbeltis. Akkurat. Þannig að þetta er bara einmitt sko, þú veist, það er spurning hvernig þetta tók þetta saman, þú veist, maður veit ekki alveg reglugerðir sko Bandaríkjanna. Það er góð spurning sko. Og svo hlustendur getur nú slegið upp rétt þætti, þá heitir þátturinn How much do we really care about children hjá Freakonomics. Það er hægt að fá svona löngu útgáfan af þessu. En þannig er einmitt líka komið inn á svona hluti eins og sem maður kannski maður áttar sig á sömuleyti ekki á því. Það er að þegar þú ert einn eða þegar þú eru 2 eða 2 eða 2 eða hvernig sem það er, þá dugar því til dæmis minna húsnæði og minni bíl eða jafnvel engin bíl. En allt þetta breytist við barneignir líka. Það þarf meira pláss. Algjörlega. Það er ekki hægt að vera í stúdíu íbúð. Nei, það er erfitt. Og auðvitað samt sem að þetta er svona kannski helst svolítið hendur. Þú veist, það er eitt, þú veist, á endanum þarf lítið barn, bara það þarf mat og það þarf ást og það þarf athygli og það er framöndir, þú veist að það er bara einhverja grunnþarfir. Allt annað er svolítið pressa sem við setjum á okkur sjálf. Það er vissulega betra að hafa stærra rými, það er betra að hafa garð, sérherbyggi, það er skemmtilegra, en vissulega er þetta ekki þörf. En samt sem áður að þá gerir þetta lífið auðveldara. Þetta er svolítið svona lúksus vandamál að mínum mati persónulega. En ég meina svo eru á maður vinafólk sem er kannski 3 börn og það gengur ekki að vera í stúdíóbúð. En vissulega, ég meina þetta er bara svona svolítið gangur lífsins, eftir því sem eldur þá yfirleitt stækkuðu við okkur og ef það eru börn þá viljum við hafa nóg pláss og allir er með sitt svona rými. Akkurat. Þannig að vissulega þá eykst alltaf þessi rekstra kostnaður eftir því sem fjölskyldan stækkar. Og þetta er eitthvað sem er mikilvægt að fólk hafa bak við eyrað þegar það tekur þessi ákvörðun. Já, og bara líka eins og þú segir með bíl. Ég meina við vorum með 2 stæðilega barnabílstóla. Það er ekkit hvaða bíl sem að tekur við svona ferlingum. Akkurat. Og það var einmitt svona útgangspunktur í þessum ágæta Freakonomics þætti, hvað fólk hatar barnabílstóla. Þeir eru svona birtingamynd þessar óþæginda. Já, fyrir utan það hvað er erfitt að færa þá milli og losa þá og allt þetta sko. Þetta er algjör kvöl og pína sko. Nákvæmlega. Og svo það er kannski, ég veit ekki til þess að þetta hafi verið rannsakað á Íslandi en í Bandaríkjunum þá er svona skotið á það að koma barni til manns, hvort það sé til 18 ára eða 20, að það kosti $230,000 eða tæplega 29 milljónir króna. Já. Það er ekkert smá sem er þó dreift yfir þokkalega langan tíma. Já. Þetta er náttúrulega, þú veist, eins og ég sagði kannski í byrjunni að maður kannski áttaði sig ekki á öllum þessum útgjöldum fyrir maður kannski fór aðeins að pæla í þeim sko. Eins og ég kom einnig inn á áðan að þú veist, þetta bara leið og fæðingaról og er búið. Já. Þá tekur bara dagmamma við
og mér dagmamma getur kosta allt frá 60.000 krónum upp í 80.000 og það náttúrulega bara hver og einn sem ræður því og hvort þessi fæði hann inni og bleiur og allt þetta þetta allt saman mjög fljótt að safnast saman sko. Svo tekur leikskóli við þetta auðvitað bara, þú greiðir þetta náttúrulega mánaðarlega, bæði hvortveggja, bæði dagmömmu og leikskóla og það okkar, þú veist, milli sveitafélaga. Já, en þetta sko bara svona, svo því sé haldið til haga, við borgum hérna, þú veist, 35.000 fyrir leikskólaplás. Ég gerir mig stundum að leika þegar ég ferðast til útlanda, sem ég hlakka mjög mikið til að fara að gera aftur. Já. Að skoða svona, það er vefsíða sem að heitir Numbeo, það sem maður getur svona séð sko, kaupmátt og hvað hluti kosta milli landa og milli borga. Þar getur þú séð að þegar þú ferð, þú veist, til Suðaustur Asíu til dæmis, þá hefur þú bara með íslenska meðaltekjur hefur þú kaupmátt á milljarðamæring eða eitthvað þannig, þú bara það er laun í landinu eru það lág og verð þar að leiðandi lág líka. Þannig að þú hefur bara þínir íslensku tekjur gera þig bara mjög vel stæðan í þeim löndum. Þegar ég fór til Bandaríkjanna og ég var að ég skoðaði San Francisco, ég held ég að skoða Chicago og svona, hvað þessi stöður, þar kostar leikskólaplás sko 600.000 á mánuði. Já. Þetta er alveg svona sturlaðar fjárhæðir. Já. Sem að gera sér ekki grein fyrir því hvað við erum heppin hérna á Íslandi að búa við svona norrænt velferðarsamfélag. Það sem að bara, þetta er ekki vandamál. Og þetta kannski ítir enn frekar undir það sem við komum inn á hérna áðan, að annað foreldri það bara hættir það bara stígur til hliðar, fer út úr sínum ferli og fer bara sinna heimili. Einmitt. Því þú veist, þú þarft ekki að eiga mörg börn til að vera bara koma með hérna kauphallarforstjóra laun í leikskólagjöld. Ekki spurning. Já. Og ég kannski það sem að ég náttúrulega veit ekki, þú veist, hver eru laun þessara hérna leikskólakennara erlendis. Nei. Nú vitum við að laun leikskólakennara eru kannski ekki rosalega há. Og að mínum mætti vera hærri vegna þess að ég veit bara og sé sko það sem leikskóli gerir fyrir stráki minn. Já, þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvægt hérna sko svona hvað maður að segja bara hann bara tekur miklum þroska framförum. Veist, þetta er ekki bara staður til að geyma börn, þau eru að læra ótrúlega mikið af hlutum. Og hérna það er náttúrulega búið að rannsaka þetta í bak og fyrir. Og bara menta fólk sem að sér þessa fræðslu. Þannig að svona, þú veist, vissulega, við erum mjög heppin hvað við borgum lítið, ekki spurning sko, og náttúrulega fáum mótframlag frá ríkinu ef við skjallast ekki. Þekkið ekki, en það er náttúrulega meiri bróðurparturinn af kostnaðunum er dekkaður af hinn opinbera. Akkurat. 35.000 er hvergi nærri í raunkostnaður við. Nei, það er bara málið sko. Já. Þannig að þú veist hérna ekki það að ég sé ótrúlega spenntur að borga 600.000 kall en þá hérna þá þú veist finnst mér enga síður að þetta fólk ætti að fá betur laun sko. En þannig eru kannski komið svolítið út fyrir bara frábært að fara út fyrir ekki að fara í hérna kjarabaráttu ekki nú, ég hef ekki hér og nú en já, en svo eru fleiri hluti sem að svona kannski hérna já, það sem að kemur kannski aftur inn á svona kannski hérna þessa afkomu mína vonverslun þar sem ég veit til þess að það koma ákveðin season á árinu þar sem er náttúrulega rosalega há útgjöld við erum að tala sko haustinn og náttúrulega voru líka en aðalega haustinn þannig að þess að börn yfirleitt sko geta ekki verið í sömu flíkonum árið seinna þau eru bara vaksin úr því og fara fram eftir en þannig að haustinn er náttúrulega gríðarlega kostnaðarsöm oft. Þannig eru að tala bara stígvél, kuldaskó, sko regnföt, kuldagalla, húfur, vettlinga og svo náttúrulega bara eru þetta börn og þau leika sér alls konar og hérna henda sér niður og kemur gat og stundum rætt að laga og stundum bara ekki og týna húfum og vettlingum. Akkurat. Bara eins og ég sko. En þetta er náttúrulega ótrúlega fljótt að samna saman. Akkurat. Og tala nú ekki svo er það bara þetta hefðbundna sko. Svo er það bara venjuleg íþróttir og svoleiðis. Já, þú veist sem betur fyrir að þá hérna, sem betur fyrir það er bara ekki komið að því hjá mér að strákurinn minn er í borga 25.000 krónur held ég
hérna fyrir önnina í fótbolta. Svo var það bara eitthvað 2-3 skall fyrir mótið. Já. Og það náttúrulega styttist heldur betur í það að ég held að þessi 6 ára þá er þetta farið að nálgast 100 skallin fyrir önnina. Já. Vá. Já. Ég man ekki hvort það sé önnin eða árið, út í það ég náttúrulega er ekki komin langa ennþá, en ég svona spurði í kringum mig, með minn er að sé önnin. Svo náttúrulega ef að börnin eru í fleiri en einni íþróttagrein, eða í svo er tónlistanám þess vegna, og það er náttúrulega dýrara eðlilega, það sem að maður og mann yfirleitt einmitt, 5-leikar, það sem að það er rosalega svona persónumið þjálfun og þetta hleypur á tugum þúsunda á mánuði. Já, kannski svona allavega klárlega ári en þetta er gríðarlega, þú veist, þú skiptir þessu upp á mánuð, þá er þetta alveg góður biti væntanlega af mánaðarlaunum fólk, en vissulega ekkert sem að fólk sér eftir. Þannig að þannig er maður svolítið að átta sig á því, þú veist, hvað í rauninni, þú veist, út í þegar maður alltaf bara skilurslaust bara borgar og það sem þarf og maður vil auðvitað að gera það sem þarf. En þetta er náttúrulega, eins og ég segi, bara, þú veist, svo er hægt að fara svo marga leiðir, ég meina, það er ekki bara ein leið. Að þú veist, það sem ég gerir er ekki endilega það sem þú gerir þegar að því kemur, Þú veist, ég meðhöndla mína peninga væntanlega mjög frábrugðið því sem þú gerir, Hver veit það? Já, nákvæmlega, en það er eins og ég rosalega gaman af þessum hlaðvörpum hjá þér, og það er vegna þess að þú veist, það er alveg ótrúlegt hvað fólk hefur mismunandi nálgun á peninga, þú veist, og svo þetta er bara ólíku bakgrunnur, ólík mánaðarlaun, þannig að þú veist, kaupmátturinn er svo misjafn, og fólk sníður sér stakk eftir vexti með þetta eins og annað, en þetta er eitthvað sem maður þarf að hafa bak við eyrað. En svo voru líka með svona smá pælingar með markaðinn, barnavöru markaðinn. Já. Það er spurning hvort við viljum taka ekki spurning, smá snúning á honum, og segðu mér aðeins hluti af því sem menninga gerir, og kannski svona, eitt stór hluti, það er svona skýrslugerð, það er að taka saman. Segðu mér aðeins frá því. Já, það sem að er hluti af okkur starfsemi á Íslandi, það er bara að við búum yfir náttúrulega ótrúlega mikið af gögnum, og þetta er náttúrulega eins og þú komst inn á hann, og persónugreinanleg gögn, og eru náttúrulega raun neyslugögn, og við erum að vinna úr þessum gögnum skýrslur sem að svona getur sýnt fyrirtækjum hvar þau standa með við samkeppnina. Og þess að ég vinn nú við þetta svona mestmegnis á daginn að bæði að segja frá þessum skýrslum og selja þér, að þá fannst mér tilvalið að skella upp í létta barnavöru skýrslu. Já, einmitt, og þetta er mjög áhugavert að sjá þetta. Segðu okkur endilega. Já, það er náttúrulega kemur aftur inn á, þetta er þetta hlaðvarp en ekki sjónvarp, en við munum engu að síður stilla allavega í það minnst að sýna ykkur brot af þessu og fara aðeins betur yfir þessa samantekt, þessa skýrslu. Það sem við gerðum, þessi skýrsla er sem sagt gagnvirk, þannig ég get skala hana til. Það sem ég ákvað að gera, það er bara að skoða síðastliðna 12 mánuði. Þetta eru einstaklingar sem eru sem sagt með 2 ára virka neyslusögu hjá menninga. Þetta þýði er það bil 35.000 manns. Þannig að viljum bara tryggja gagnagæði og segja svona samfellda sögu. Það eru vissilega fleiri sem nota menninga, en þetta er það þýði sem að við ákvæmum að fara áfram með. Þetta eru sem sagt 8.273 notendur sem versla 32.000 sinnum á þessum 12 mánuðum. Í skilgreindum barnavöruverslunum.
og ég kem inn á þá eftir að þetta eru 10 svona 10 hérna barnavöruverslanir sem eru svona stærstar á sínum og þessir einstaklingar versla fyrir 445 milljónir. Er þetta að draga einhverjar ályktanir af því 445 milljónir stærð þessa markaðar, barnamarkaðarins, sem við getum kallað það því nafni? Já, sko svona í gegnum svona flesta markaði að þá erum við að sjá svona það bil 1/4 til 1/3 innlendra kortaveltu hjá fyrirtækjum. Þannig að það ætti að gefa þér ansi góða innsýn hvernig markaðurinn lítur út. Já, þannig að svona til að við getum þá hugsanlega áætlað með öllum fyrirvörum sem að hugsast getur að það sé að markvalda þessa tölum með svona 3 eða 445 milljónir. Já, þannig að þessi 1,5 til 2 milljarðar. Svo höfum við verið að skoða náttúrulega bara árskýrslur fyrirtækja og borið það saman. Alltaf gaman. Já, ég meina, þú veist, maður þarf að hérna svona auðvitað að tvítryggja sig, það jafnvel 3. Þannig að hérna við auðvitað viljum vera hérna senda frá okkur bara sem bestu gögn. Þannig að við auðvitað hérna tryggjum það. Og hérna þetta já, eins og ég segja aftur 10 stærstu á þessum markaði og þetta auðvitað svona, maður sér svolítið að það eru ákveðin trend á markaðunum eins og ég sagði á hann, þetta eru hérna svona haustinu vorin sem eru svolítið svona high season og hérna en svo náttúrulega reytingur yfir allt árið. Já, jólin eru líka. Já, að sjálfsögðu. Hérna já, það sem kannski svolítið skemmtilegt að segja frá, það sko hérna aukningin milli ára. Já, hérna erum við að skoða júní 2019 til mæ 2020 og bera saman við júní 2020 til mæ 2021 nýliðin mánuð og þar erum við að sjá sko 34,2% aukningu milli ára í veltu á þessu markaði. Já. Það er rosalegt. Það er nefnilega ótrúlega magnað. Allar utanlandsferðirnar bara sem ekki voru farnar, farið þetta? Já, ég allavega er nokkuð vissum að það hafi ekkert verið allt og margir sem fóru síðustu jól í hérna og í verslunarferðir erlendis. Þannig að ég tók bara eftir því að við tókum eftir því auðvitað hjá Vona að í rauninni jólaverslunin færðist í rauninni fram 1 mánuð. Okay. Þannig að það væri svo fólk væri sko að byrja fyrr vissi af því að þau voru ekki að fara í sína aðventuferð og hérna þar leiðandi hérna versluð bara meira og svo náttúrulega aftur, þú veist, fór enginn út og þá náttúrulega jógst innlend verslun, almennt. Akkurat. Og það er náttúrulega bara, þú veist, bæði okkar og annara, ég sá þannig frá hérna hvort það eru Valdur eða Borgun eða Saltbey að þú veist, hvort að velta jógstu þetta, það er svo sem enga nýja frittir. Já, nei, og það bara í rauninni fullkomlega eðlilegt núna þegar hérna ég er ekki talað, það er talað að það sé svona hverjum tíma séu sko 50.000 Íslendingar, 50.000 mann sem eru með lögheimili á Íslandi eru ekki á Íslandi á hverjum tíma. Það gjör breytist náttúrulega í COVID þegar allir voru heima. Já. Þannig það má alveg bæta bara það væri í rauninni óeðlilegt ef kortavelta hefði ekki aukist hvað þetta var. Já, ekki spurning sko. Það er ekki spurning. Já. En já, þannig að þetta er ótrúlega bara, magnaður og merkilegt að sjá þessa aukningu. Og getur þú kannski aðeins svona farið yfir þetta helsta, stóru línurnar á þessum markaði? Já, það er bara minnsta málið. Það sem að við sjáum kannski, það sem við sjáum en þið hinn ekki, að það er að FIFA er svona svolítið svona stór leikmaður á þessum markaði. Akkurat. Með tæplega sko 30% markaðshlutdeild en núna þarna aftur eru við náttúrulega miða við sko sérvöruverslanir sem eru með barnaföt og barna hérna vörur og bara topp 10. Já, einmitt. Þannig að við erum ekki með alla flóruna. FIFA er náttúrulega með sko rosalega mikið vöru úrval. Það er ekki nóg með þessu hérna við erum líka með sko mjög háa meðalfærslu per kuna. Þannig erum við náttúrulega að tala eins og vorum að hérna ræða áðan. Þetta dýra
þessi dýru vöru sem þarf að kaupa, þú veist, þetta eru barnabílstólar og þetta eru vagnar og þetta eru 20.000 sem þetta kostar já, og upp úr algjörlega sko, og ásatna þetta minni vörum sem náttúrulega bara í flórun og meðal upphæðin einhver 13.831 króna. Já, einmitt. Svo erum við með húsgagna heimili sem aðeins neðar, já, sem í hvað 5. sæti með 88% markaðshlutdeild en 8,8 8,8 já, 88 það væri mjög góð staður að vera á húsgagnaheimili sem með sko meðalfæslu upp á 20.569 krónur. Akkurat. Þannig erum við komin í svolítið mikið einhverja húsgögn fyrir börn sem eru dýrari heldur en þú veist bara einhverjar peysur. Þannig að þessi stóru leikmenn á þessu markaði, þeir eru að velta tölverðu. Akkurat. Og það er náttúrulega eins og við komum aftur inn á, þú veist, að það er þetta er viðkomur hópur, þá vilja allir það besta fyrir börni sín og það er engin ástæð til að svara, til að spara og svo auðvitað eiga þeir sem eru margir með gott tengslandi kringu sig eða svona fjölskyldunett og það er ömmur og afar og frængur og frændar. Það sem að oftast er ekki til sparað sko. Nei, mitt. Það var fræga auglýsing sem sem var, ég held að það hafi verið fyrir verslunina Sævar Karl sem er að mér best vitandi ekki til lengur. Það var sagt sko, ég er með einfaldan smekk, bara það besta. Já. Það kannski tengir svolítið inn í þennan gera líka. Já, ekki spurning. Já. Ég myndi segja það. Já, þetta er ótrúlega áhugavert en svona áður en ég sleppi þér, kannski aðeins ef við förum bara út í sjálfan þig og hvernig þú nálgast kannski ekki bara fjármálkvarandi börn, heldur líka bara persónulega. Nú vinnur í rauninni fjártækni fyrirtæki. Já. Hvort að þetta peningar sé eitthvað sem að þú hafir innan gæsalappa áhuga á umfram það bara eiga nógu mikið af peningum. Er þetta Já, algjörlega sko. Ég myndi segja ég sko áður en ég fer til kynnlimeininga þá er ég að vinna hjá Aur. Já. Þannig að þar er svona mín fyrstu skref í þessum fjártækni heimi. Þannig að fer ég í rauninni úr Aurappinu í andstæðuna í menninga. Það sem að þú veist hjálpa fólki að lifa svona fjárhagsörgu lífi. Akkurat. En vissulega ég er ekki mikið í fjárfestingum eða einhverju slíku. Nei. Við erum náttúrulega í ein rekstri og það fer náttúrulega einhver okkar peningum í það allt saman. Akkurat. Við erum mjög passív í neyslu og nota vissulega meininga. Fyndi þegar maður ræðir meininga oft við fólk almennt að þau vilja oftast bara ekkert opnit aftur, þannig að þau sjá eitthvað sem að þau eru bara ekki tilbúin til þess að díla við sko. Það komið svona nýr kvíði, ekki bara heimabanka kvíði, heldur meiningakvíðin. Já. Bara ef það er sko átíðaferð eða eitthvað álíka sko, eða eða allt og mörgu í skyndibita og allur gangur á því. En ég svona kannski horfi á þetta svolítið svona, eins og kannski viktina bara. Ég er ekki með þetta á heilanum. Nei. Ég er ekki en það er gott að kíkja á þetta annars slagið og þetta heldur manni svona á tannum og eins og með bara líkamlega heilsu sko og saman með fjárhagsheilsu að þetta, maður þarf að vera á tannum og það gerir þetta enginn eins og það er ekki allir á sömu tekjunum, þetta er ekki ein ríkisleið í þessu. En ég myndi alltaf mæla með að kíkja í menninga annars slagið og bara aðeins að rétta sig af. Setja sér einhver markmið, einhverja áskoranir í einhverjum útgjaldaflokkum og það hefur klárlega hjálpað mér mikið sko, og okkur og bara heimilishaldinu sko. Það er nefnilega svo skemmtilegt við þetta því þú nefnir áskoranir, þú veist, það mæti manni stanslust svo áskorun að verjast því einhver sé að reyna að hafa manni peningarna manns. Það er fullt af fólki sem bara vinnur við það og þú veist, það er þannig sem þetta gengur, en þarna getur maður svona
ákveðið, heyrðu, ég ætla ekki að eyða nema svona miklu í þennan flokk, að kaupa skyndibita fyrir bara, þú veist, nokkra þúsundkalla þennan einmitt. og það er svona leikjavæða þennan sparnað. Já, sem þetta, ég held að það sé nefnilega ansi góð nálgun, þú veist, þetta á ekki að vera eitthvað sem þú átt að hræðast, gerði þetta bara að einhverju skemmtilegu, akkurat því að þetta er alltaf undir manni sjálf komið á endanum, sko. Þannig að, þú veist, einmitt, búa til leik, veist, þetta er bara það sem ég vil leiða þennan mánuðinn og bara, þú veist, ég ætla ekki að klika. Algjörlega. Ég held að þetta séu góð loka orðið þessum þætti hjá okkur Hlynur, með þeirri undantekningu og ég ætla að minna fólk aftur eða hafði ekki vitað því að hlusta á mig fyrir í þættinum að skoða sérregluna sína og ef það vill ætlar að framlengja þessa ráðstöfun að gera það núna og jú, ef það hafði gagn eða gaman af þessu spjalli þá má það endilega benda fjölskyldu og vinnum að hlusta á leitina að penningunum og ef þú sem hlustar lumar á áhugaverðri sögu heimilisfjármál eða vilt spyrja spurninga að benda á góðan viðmælanda þá máttu endilega hafa samband á Facebook síðunni leitina að penningunum. Takk fyrir að hlusta.